hjónabandið okkar svo mikilvægt. Við eigum ekki að taka maka okkar sem sjálfsagðum hlut. Fyrir nokkrum árum kom upp erfiðleikar í lífi okkar hjóna og það var ótrúlega sárt. Maðurinn minn vildi flytja út og ég einhvern veginn átti mjög erfitt með að sætta mig við þetta og tók þetta bara eiginlega líf mitt hrundi. Og við það ákvað ég að bara gera það sem að mér hafði, það er trú á Jesú Krist og taka í rauninni, biðja fyrir honum og biðja fyrir þessu hjónabandi. Því ég var ekki sátt, ég ætlaði ekki að fara í skilnað. Ég ætlaði ekki að skilja við hann. Þetta tók alveg talsvert á líf okkar. Ég bara fór rússíbana í þessu, þetta var erfitt, ótrúlega erfitt. Erfitt tímabil sem að ég óskaði rauninni engum að fara í gegnum. En með Guðs hjálp þá komst ég í gegnum þetta. Og það er eiginlega bara ótrúlegt vegna þess að mannlega séð var þetta ekki hægt. Ég bað Guð að reisa upp hjónabandið mitt, bað að fá manni minn tilbaka og þetta gekk í langan tíma, í allavega nokkra mánuði sem að við vorum skilin á borð og sæng. Og á meðan það var þá nýtti ég tímann í að biðja og hrópa til Guðs hjálp, lausn, að hjónabandið mitt yrði heilt og ný. Og eins og ég sagði áðan þá tók það ótrúlega á. Það einhvern veginn, það var grát, ég grét hver einustu kvöld, bað, hrópaði. Og einu sinni þá hélt ég bara að þetta væri, Guð heyrði ekki í mér fannst það stundum. En hann gaf mér alltaf orðin í kringumstæður, þegar ég dró mannakotn að hann væri með mér og ég ætti að treysta honum og trúa. Og í það hélt ég. Það var ekkert annað, ég hlustaði á engan annan nema Drottinn. Og í sumarið 2007 þá uppskar ég sigur. Þá áttaði hann sig á því að þetta var ekki það sem hann vildi. Hann vildi sameina fjölskylduna. Þarna áttum við 3 börn saman og hann vildi að við myndum verða fjölskylda á ný. Ég grét af gleði vegna þess að þetta var akkurat það sem ég var búin að þrá, að við myndum sameinast á ný. Og í þessum erfiðu kringumstæðum þá er hægt að fá hjálp. Drottinn til staðar og við eigum ekki við bara hvet ykkur, kæru vinir, að halda fast í þá trú. Og ef þið eigið hann ekki, þá er hún til staðar vegna þess að Jesús er bara einni bæn í burtu. Og líka það að hjónabandið okkar svo mikilvægt. Við eigum ekki að taka maka okkar sem sjálfsagðum hlut. Við þurfum að byggja upp hjónabandið og það var kannski líka það sem við klikkuðum á. Og ég hvet ykkur, þið sem í þessari stöðu út í dag, að þið fáið erfiðleika í ykkar hjónaband. Ég hvet ykkur til þess að biðja, leita Guðs, og því að það er lausnin. Lausnin í honum. Og bara að eyða líka tíma saman sem hjón, það er svo mikilvægt. Í þessu daglega amstri að gefa hvort öðru bara tíma. Og því það er alltaf hægt að gefa tíma fyrir hvort annað. Og ég er þakklát í dag að við náðum að vinna úr okkar erfiðleikum. Með Guðs hjálp, því án hans bara væri ég ekki hér í dag.